Já, good evening, góða kvöldið, kæri áhorfendur, velkomin að skjánum. Við erum mætt á Musteri hraðans, eða Monza í Ítalíu. Það er 5. umferðin í íslensku mótorröðinni Gran Turismo. Og já, með mér er hann Jói Egils. Hvað segir Jói? Hvernig er stemningin fyrir þessari keppni? Hún er mjög góð. Ekki? Mjög góð, þú veist sagt. Alltaf gaman að koma á Monza. Alltaf gaman að koma á Monza og alltaf gaman að sjá ný nöfn. Jafnt sem gömul, mætt á braut. Sjáum hérna Maggi Ingóls, fyrirvændi úrvalsdeildar ökumaður, er mættur á braut. Og svo hann Haukur, en hann er að keppa í fyrst skipti í kvöld. Þetta betur. Hann Himmi hérna í fyrstu deild sem er búinn að vera duglegur að henda menn Íslendingar sem er að keyra í Gran Turismo, en er ekki í samfélaginu. Já, hann er ekki bara duglegur að henda, hann er líka duglegur að sponsa. Já. Og kannski, ég held að allir hérta því, en hann er að styðja stórmeistaratitilinn í úrvalsdeildinni með 100.000 krónur í vor. Hann er Íslandsmeistarinn. Ég er eindir að tala um hinn Himma. Nei, ok. Ó, já. Ekki nema sá Himmi sé líka fann að sponsa svona vel. Já, það gæti verið. En ég held að það sem er hraða þessi gæði. Já, spennandi. Það eru nokkri Himmar, það eru nokkri Haukar. Já. Aldrei nóg þeim, sko. Himmarnir gjafmildir, Haukarnir hraðir. Já. Og ég held að hann sé á stýribílnum þessi. Já. Við ætlum að tala um það áðan að stýrið hjá honum var í bíla og þannig að var hann á stýribílna. Maður kannski sér það á inputinu hjá honum. Já, ég er einmitt að borða hjá honum. Það vilt svona, ef þið sjáðu punktinn neðst niðri fyrir miðju, fyrir ofan gírskiptin, þá vill hann hoppa aðeins meira til en ef þú ert á stýri. Það er bara svo langir beinir kaflar hérna. Það er vitt að taka eftir. Já, þetta er kannski hentubraut fyrir stýribílnum. Svo ef það er einhver braut sem þú vilt vera á stýribílna, ef þú getur ekki verið á stýri, þá segir sér það sí. Algjörlega. Það er engin spurning. Skemmtileg braut. Hér tók ég meðal annars minn fyrsta sigur. Og hann tók líka mitt fyrsta netcut. Þannig að Monza, hún gefur, en tekur vissilega líka. Þetta betur. Svo er hann með Svenna hérna líka. Komum við sjá hann. Aftur á braut. Algjörlega, en klukkan er bara dottin í 9 og þá er ekki allir örugglega konur á braut. Við erum með 12 ökumenn. Við ætlum bara að fara að byrja þetta. Allir lyklaborðið virkið okkur í kvöld. Það er spurning. Það kemur í ljós. Ég er allan að mættu með það líka, bara til að reyna að læra. Þú voru búin að finna út að G, hann breytir sjónarhorninu eða ekki? Jú, og ef þú heldur inn í þríðning, þá getur þú víst summað. Já. Ég veit satt ekkert hvað það er á lyklaborðinu. Nei, akkurat. Eini galli við þetta er að maður þarf stundum að vera fjárstýringu, stundum með lyklaborði. Það er svona, það var mjög gott að geta gert þetta alltaf á lyklaborðinu. Já, algjörlega. Þá getur maður bara að halla sér aftur og... Já. Það er ekki áhyggjur að gera eitthvað vitleysu á stýripinnanum. En sjáum Eva hérna, hún er mættur fremst á braut. Að venju. Bongo blíða hérna á Monza. Getur ekki ringt á þessari braut. En það getur alltaf orðið þungskíðað og gripið minnkar náttúrulega með því að einhverju leyti. En við eigum allavega ekki von á rigningu í kvöld. Þótt að það væri nú gaman. Já, það hristir þessu upp í hlutunum. En það eru, er þetta ekki 5 rigningakeppnir sem verða á þessu tímabili? Jú, eða 4 jafnvel. 4? Já, þessu 4. Held að Tokyo Expressway næsta umferð bjóði ekki upp á rigningu. Já. Ekki clockwise varianti. Já. Það var einmitt að hugsa, ég hef nefnilega verið í rigningu á Tokyo, sko, en kannski ekki á þessu layouti. Nei. Já, mér minnir það. Mér minnir að það sé ekki bóðið upp á rigningu þar. Þú erum alltaf búin með hvað, 2 eða 3 ár? Já. Og já, búin með 3 ár. Allar í Japan. Autopolis, Fuji og Suzuka. Og nú erum við mættir á Monza.
komnir rakleiðis til Ítalíu, ekkert smá stökk. Kalla. Það Eva að byrja sinn heita hring, stökkum við borðið með henni. Algjörlega, en þið hafið kannski tekið eftir því að Jón B, hann ekki á braut í kvöld, kemst ekki. Já. Þetta guldið tækifæri til fyrir Evu að taka fórustuna í stígakeppninni. Já, svo náttúrulega er ekki ein keppni dregin frá núna. Jú. Já, ég held að sko versta keppnar að Evu sé DNS, þú veist, byrja ekki keppni, þannig að... Það getur passað. Já. Mætti ekki á Topolis, en mætti í aðra umferð. En er nú búinn að ná pódium síðan þá. Já. Kannski chatti láta okkur vita hvernig hljóðið er, hvort það sé ekki bara tipptopp. Við höfum allan ekki heyrt þetta annað. Himmi er komið með sína fyrstu spáir Eva, Dodda og Binna top 3 í tímatöku. Nei. Og svo getið þið bara hort á póltíman og reistíman sjálf. Hann spáir síðan Eva, Binna og Svenna í keppni. Já. Timmi hérna minnir á like. Like. Hilli segir hérna hljóðið tippity-top. Tippity-toppity. Tippity-toppity. Himmi mættu líka Eva, Haukur, Sæmi. Þetta er sem sagt Himmi sem hefur verið að ná í nýlega. Er þetta þriðji Himmin? Það er góð spurning. Ég bara er ekki viss. Allavega hrós til hans. Þetta er allavega örugglega ekki Hilmar sem er á braut að keppa. Nei. Ég myndi kalla það mjög gott. Já. Einhvern tíma reyndið þú nú að lýsa á meðan þú varst að keyra eða ekki? Já, við tókum hann að sumamótorræðina á síðustu keppnina á formúlubílunum. Já. Það fékkst ekki til að lýsa, það var bara POV á mér. En það var reyndar í partíi bara með strákunum sem vorum að keyra með, þannig að það kom nú nokkuð vel út, sko. Ég var 1.50.0 og Binni Það er eftir nafni sláta sig inn á eftir Binna. Sæmi fer út af. Já, þeir eru hérna hlið við hlið, Sæmi og Solid. Já, Hilmar það réttir á þann. Ólafur með Rössingu, Maggi Ingóls. Já, og Haukur upp í annað sæti. Já, vel gert. Vel gert. Strax byrjar að sína hraða og það er einn á komið við línu núna. Það er hann Doddi. Sjáum hvað hann gerir á appelsínu gulu súbrunni. 51. Fer upp í fjórða. Nánast sléttri sekundu á eftir Evu. Það er það Eva næst yfir línu aftur. Danni mættur hérna, ég vil sjá meira kaos í T1 núna en í Mexíkó í gær. Það þarf nú mikið að gerast til þess að það gangi eftir. Akkurat. Ég veit allan að ef maður myndi reyna að kötta brautina eins og Max gerði í gær, þá myndi maður vera sendur rakleiðis aftur. Akkurat. En Eva er hérna, hún var að koma klára sektor 2 og hún er næstu í hálfri sekundu fjólblá. Já, sæll. Hún er á leiðinni í 49, mitt 49, allavega. Og hún setur 49, 576. Og hver er þá næstur í línuna? Binni. Það er Binni. Það fallega að bleika lafasjó bílum sínum. Hvað gerir hann? Bæti sig ekki. Gunnar bæti sig. Upp í 5. Það er vel gert. Hver er þá hann næstur? Solid. Hann bæti sig upp í 8. Hilmar. Sæmi og Haukur hérna hlið við hlið. Já, Haukur með flottan tíma. Já, 50-0. Hann er aðeins nær Evu. Já, hann er nú eiginlega komin í trafík á Sæma hérna, hann Haukur. Ætli þessi hringur verður nú ekki ónýtur. Já, það mætti vera meira pláss á milli manna hérna í þessari tímatöku. Já, það er nú nóg pláss. Það vantar ekki. Nei, það vantar heldur betur ekki að þessari braut.
Það erum við hérna með Evu og hvað, svo var það Binni og eftir Evu. Já, og svo Gunnar held ég, já. Þú kannski reynir að kalla í mér númeri sem þeir eru í þegar þeir eru að koma þarna í gegnum síðustu beygju. Þetta eru háa væntingar, já minn. Við gerum okkar besta. Við gerum okkar besta. Þetta betur. Sjá hvað Eva gerir, kemur inn í parabólika. Ég sástu hvort hún var að bæta sig eða ekki. Nei, sá hún ekki. Hún er allavega að taka hana mjög þröngt. Já, bæta sig. 0.82. Svo var það Binni og... Það var að Binni. Hver eftir að Binna? Það er Gunni. Gunni í Sveta. Svo er það 8. Svo 9. Svo 11. Já, Sæmi hoppar upp í 3. seti. Vel gert hjá Sæma. Já, hann fór rauðin alveg í ruglega okkur. Örn Ellís kom í línuna. Matti reyna. Matti reyna. Þetta var alltaf heiðaleg tilraun. Í hvaða sæti er Dotti? Dotti er alveg að koma í línuna hérna. Hann er í 4. seti. Hoppar upp í 3. fram yfir Sæma. Já, vel gert. Og Svenni hoppar upp í 4. upp fyrir Sæma. Það er spennandi, Haukur hérna með 30 sekúnda penalty að það spynir hvort það komist annar hring eftir að vera búin að taka hann út. Það verður nú eitthvað tæft held ég. Maggi, betur ekki. Það var að síðasti ringurinn, nei, næst síðasti ringurinn. Fyrir helminginn. Já. Kannski. Sjáum hvað hann er að gera, það er búið að þykna yfir. Það er ekki eins mikið solo var á brautinni. Hún er nú að taka þetta freka vítt, þannig ætli þetta verði nokkuð bæting, nei, þetta er yfir 50. Það ætlis ekki að hlaða upp inn í hann. Það heldur að vera Binni þá næstur yfir línuna. Hann er hvar? Hanna. Svo er það 10, nei, byrju, svo er það 8. Svo 6. Já. Maður er ekkert að lýsa þessu ef maður er að gera það svona. Sæmi hérna yfir línuna. Haukur nýbúinn að taka út refsingu, þannig að hann tekur ekki neitt hraðan hring og þessum hring. Síðustu hringur nær öðrum hring. Og sömuleiðis Hilmar. Hvað gerir Dotti hérna? Ólafur nær hann öðrum hring. Já, hann er að byrja annan hring en ekki Dotti. Dotti rétt missir á síðasta heita hringnum. Það er Maggi Ingólfsson það sem var síðastur ekki? Hanna. Jú, Maggi Ingólfsson á 8. Sjá hvað hann gerir. Kemur yfir línuna, bæti sig ekki meira hálfu sekúndu. Nei, heyrðu, Haukur. Hann hefur gert ykkur mistök. Það var ef að koma með þetta, ekki nema einhver annar. Kom með túndurring. Sæmi líka með refsingu, það er bara þá Gunni helst. Nei, hann er langt frá sínu besta. Já, mögulega Binni og Óli, þeir einu sem eru á heitur hring fyrir utan Evu. Það er eitthvað að bæta sig. Nei. Þetta er búin á Sæmi, var hann að taka út refsingu? Já, hann var að taka út refsingu. Óli er ekki að bæta sig. Sjáum hvað Binni gerir hérna. Yfir línuna fer mjög þröngt allavega. Bæti sig ekki, munar einum tíunda og sekundi. Og það var bara Ólafur og Örn Erlings reyndar á undan honum.
Sjáum hvað Örn gerir hérna við línuna. Petsi ekki. Og Ólafur síðast til að fara við línuna. Petsi heldur ekki. Þá erum við komið með stöðuna. Eva, Haukur, Dotti í topp 3. Já, svo fyrir við betri yfir þetta á eftir. Eða bara núna, við hefum 1 mínútu. Það var Sveinn 4., Sæmi 5., Gunnar Nafni 7., Solid 7., Maggi 8., Binni 9., Ólafur 10., Hilmar 11. og Örn Erlings 12. Þar höfum við það í bili. Hannes mætur inn í chatið margar súprur. Hann hefði viljað sjá Viper á braut. Ég held ég sjá ekki einn Viper. Þetta bara súprur. Það er endur einn BMW hérna. Já, ég sá það. Óli. Hann hérna Óli, já. Hann langt síðan ég sé hann á braut. Skemmtilegt val. Já, svo er eitthvað bensa. En aðalega súpra og Nismo sýnist mér. Hlutu bræði. Já, ég hefði nú viljað sjá einmitt hérna hérna Ferrari svona á Ítalíu musteri hraðans. Já, það væri viðeigandi. Það væri það. Já. En þá fyrir við að stilla þessu upp. Ég kom með eitthvað screenshot hérna af niðurstöðunum, en ég ætli Jói rúlir ekki yfir það líka. Svo ekki aðeins utan við mig hérna. Svona. Herru, það er Eva í fyrsta með 49,494. Alveg vel rúmlega, eða tæplega 0,6 á undan öðru sætinu. Svo erum við Dotta í 3., Svenna í 4., Sæmi í 5., Gunnar í 7., Solid, hérna hann ekki Ólafur líka? Nei, Guðmundur. Birkir, kannski. Birkir, já. Er það ekki? Vonum það allavega. Í 7. Já, kannski byrjum að ég held það. Maggi Ingolfs í 8., Binni Skrambin í 9., Ólafur í 10., Hilmar í 11. og Örn Erlings í 12. Þar höfum við það. Þar höfum við það heldur betur. Þá ætlum við bara að fara að stilla upp nýju lobby. Eða ekki nýju lobby, heldur hérna. Hvað segir maður? Stilla upp keppni. Já. Svona, segjum restart 8:09. Og allir þurfa að fara á braut. Til þess að við getum stilt upp réttri rásröð. Eins og alltaf. Ég er klár með hérna rásröðina ef þú vilt. Við tökum bara kannski eitt rönn í lokin. Yes. Tekið með eitthvað slúður á meðan. Jói. Svo sem ekki nema bara, ég veit ekkert hvað menn er að fara að gera í kvöld. Þetta er bara, ég er að kveikja á tölvunni núna í fyrst skipti bara, já, bara næstu í síðan í síðustu keppni. Já, þú ert bara búinn að vera lastur inn í skúr. Já, svona, og eitthvað ýmislegt annað. Já. Það er svona, maður er ekki mikið efur, ég get alveg sagt það. Já, ég get alveg tekið undir það líka. Það er gaman að sjá ný nöfn, hérna, og ný hröðnöfn. Það er alltaf gaman, alltaf jafn gaman. Heldur betur. Ég held að þessi sé komin til að vera. Já, við vonum það alltaf. Já. Menn með svona hraða, geta ekkert lífa bara, eins og ekkert sé. Sjá.
Svona, þá fer ég að vera reddi að renna í gegnum þetta. Já. Og ég ekki bara að lesa upp og þú staðfestir. Jú. Herri, það var að Eva, Haukur, Doddi, Sveinn, Sæmi, Gunni, Birgir, Maggi, Binni, Óli, Hilmar og Örn Erlings. Yes. Segðu mér nú, ertu með mynd af þessu eða mannstu þetta? Ég er með mynd af þessu. Ég man þetta ekki svo glögt, sko. Það hefði verið cool samt. Þetta var alveg sens að vera cool. Ég hef bara átt að lúga þessu eitthvað. En þá erum við bara tilbúin í reis klukkan orðin 8 mínútur yfir. Ég fer bara að starta þessu. Ég kannski legg þetta á minnið á eftir. Nei. Sem sagt segi það allavega. Já. Þegar stegatalman kemur, það var allt þetta minni. Allt þetta minni. Þá erum við komin hérna. Hvað vola fekk ég skrítið sjónarhóttið enda á þetta. Þú getur ítt á G til að fá annað held ég? Nei, Já, ég fer bara þessi 2. Já, ok. Þetta er alveg helviti dag. Alveg komin á stað. Við rúlum á stað, eins og alltaf í opnu. Já, það er rétt. Ég var að bíða til grillstáttunni. Það gerist bara einu sinni. Í opnu, allavega. En við erum komin á stað, Eva leiðir þetta, Haukur í öðru, Doddi í þriðja. Sjáum hvað gerist inn í beygju 1 sem er nú þekkt fyrir að vera svolítið trikki. Erfitt að spotta bremsupunktinn, sérstaklega í byrjun. Sjáum, Svenni kemur þetta inn á Dodda. Smá kontakt. En ekkert óalvarlegt, sýnist allir sleppa heilur á húfi í gegnum fyrstu beygju. Sem er alltaf vel vikið. Vel þessu vikið. Þetta við þurr. Eva og Haukur hérna strax búin að búa til sekundu niður í Dodda. Já, og það er svolítið fyndið af því að Doddi byrjar á soft dekkjum. Já. Það er spurning hvort að hann hafi glemt að breyta dekk. Svenni byrjar líka soft. Já, þau fara og Maggi líka, heyrðu, og það er árekstur hérna inn í chicane nr. 2, Maggi Ingóls. Kannski segjum bara markera því. Já, ég glemdi að setja á startið, þannig að þetta er ágætt. Já, róleg start er alltaf svona. Já. Svo rétt. Og Binni fyrir hana út fyrir. Nær þó að halda sér ágætlega beinum á braut. Já. Já, Haukur strax byrjar að þjarma Evu hérna fyrsta sætið og Doddi þar fyrir aftan alltaf á softdekkjunum. Svenni kom með Ben. Það er spurning hvort að strategían sé hard soft hérna eða soft hard. Já, ég held að softdekkin fari nefnilega þokkalega langt sko. En hvort að þau séu samt vægaböl, þannig að það droppa svo mikið í hraða. Svenni kom með sekundu í penalty hérna og eftir topp 3 sem verður mjög þétt, þetta verður mjög spennandi inn í fyrstu beygju. Það er spurning hvort við þurfum að fórna replay-markernum eða ekki. Sjáum hvað Haukur gerir, stingur sér einaverðu, rennur fljótt út af plássi. Þetta mun ekki enda vel. Streitlæðinar verður örugglega resettaður á braut. Það stemmir, þarna var einfaldlega Já, við fórnum replay-markernum fyrir þetta. Það er ekki oft sem að svona kólar hluti í beinni. Nei. Báði Svenni og Sæmi með refsingu hérna. En það er Doddi komin upp í annarsæti. Já. Og Haukur bjargar þessu í 7. sæti, þannig að það var gaman að fylgjast með honum og fara upp. Já, algjörlega. Klálega með hraðan til að enda ofalega hérna í kvöld. Þetta betur. Og hérna að taka fram úr. Doddi byrjar að þjarma vel að Evu. Og Sveinn líka. En hann er að fara að taka út refsingu núna. Eftir Askari. Sömuleiðis Sæmi. Þá er bara stutt í Hauk sem er strax komin upp í 5. sæti. Haukur byrja á hvað, hörðum? Hann byrjar á hörðum, já.
Ólafur snýr inn í Askari. Dotti á utaverðu, bremsa svo litið seint en nær að halda sig inn að marka. Að held að verði ekki hérna hlið við hlið inn í fyrstu beygju. Það spyrir gott að Subaru hafi þetta ekki, hún er nú með betri endarhraðan sko. En Dotti þarf að fara á utaverðu inn í fyrstu beygju, setur hraðasta ring í leiðinni, hvorki meira en ég minna. Haukur sömuleiðis inn á Sæma. Hvað gerir Dotti? Hann er að bremsa aðeins seinna, en Eva er einfaldlega með þetta, planta bílnum nákvæmlega þar sem hann þarf að fara. Og Haukur hérna hefur lent. Hann tók bara hoppið þarna yfir. Þetta var geggjað. Þetta var að kíkja á replayinu eftir. Það er spurning hvort þið fáum svona flott hopp í replayinu eða ekki. En pulsuna láta stundur svona. En þótt að ökumenn kannski upplifa þetta ekki á braut, að þá var Haukur aftur komin niður í 7. sæti. Þetta er ekki alveg draumabyrjunin sem hann var að óska eftir. Dotti kom með penalty í öðru, stutt í Svenna. Ansi þéttir hérna, 5., 7., 7., 8. Já, ansi þéttir. Súbrutnar í samloku. Það má nú eiga það, er nú ekki hver sem kemur í svona fyrstu keppni og fyrir að þjarma henni Evu. Nei, alls ekki. En þetta er mjög gaman að sjá. Þetta betur, Maggi hérna, nei. Gunni fyrir vítt. Snýr, beint í vegg. Æ. Og Dotti er að taka út refsingu, Svenni nær honum ekki, sýnist mér. Það er spurning hvað Haukur gerir inn í beygju 1. Hann ætti að ná þessu með drattinu og hraðanum. Síðan hann er að refa Subaruna vel. Hann er að eyða bensínu aðeins hraðar en Maggi fyrir aftan hann. Já, Hilmar þó á medium dekkjum. Svo einu sem byrjar á medium. Haukur sér að sér bakkar út úr þessu, en Hilmar er svolítið heitur inn í beygju 1. Og Haukur nær svitsbakkinu þar að leiðandi. En það var eitthvað smá kontakt sömuleiðis. Já. Ég veist þetta nú er allt gott að blessa. Já. En ef við að kíkja á replayið. Já, ég held að. Já, Dotti er þetta hérna að fara gera sér líklegan á Evu. En við horfum á replayið. Já, ég ætla að skella þessu aftur hérna. Skal skoðum þetta betur eftir aðra deild. Já. En mér sýnist einfaldlega að Eva búin að verða sér línu. Ég sá þetta nú ekki alveg nóg vel. Já. Sýnist búin að verða sér línu og þetta hefur nú gerst áður bara eins og í formúlunni. Já. En Haukur komin upp í 5. sæti, aftur. Og Maggi með refsingu fyrir þetta hann. Já, þannig að hann er ekki að fara að stríða honum í bili. Dotti að gera annan séns á hana Evu. Hlýtur nú að ná þessu í þetta með gott rönn. Já, softekkin er ekkert að eyðast mjög hratt hér. Nei, en það er spurningin hvenær þau fara að droppa í hraðanum, sko. Hvenær þau verða hérna jafnpröfuð eða jafnpröfuð og medium og horfdekkin. Hvað gerir Dotti? Já, Eva sér að sér bakkar einfaldlega út úr beyginni. Átti samt smá hérna lúk innanverðu. En ekkert að gera þessu. Dotti einfaldlega á miklu mikra gúmi. Meira grip. Spurning hvort Svenni geti gert það sama á þessu hring. Hilmar í 7. sæti hérna með 2 sekúndna refsingu út úr fyrstu beygju. Dýrt. Það var bara spurningin, getur Eva að svara þessu eða er Svenni að fara ná henni líka? Svenni var líka á mjúku dekkjunum.
En það alveg ótrúlegt hver munurinn á dekkaslitun á milli Dotta og Svenna. Svenni búið með, tæplega helming. Og Dotti með 1/4 kannski. Súprun að fara svona vel með dekkin. Já, það nokkuð greinlegt. Það spurning. Nær Svenni að koma sér nógu nálagt til að komast fram úr inn í beygju 1. Það svona besti framúrakstur staðurinn. Smá kommentér og þetta. Já, mér. Fyrir ekki að Svenni. Beist forlóts. En dekkin orðin sleip hjá honum, greinilega. Þannig að það kannski eitthvað í kringum 5., 7., 7. hring sem þau byrja að droppa. Spurning hvort að koma einfallega inn fyrir Hurtak. Nei, heldur áfram. Hilmar hálfri sekundu fyrir aftan Binna og að taka á honum. Haukur í pitt. Losa sig við Hurtakinn. Það er spurning á hvaða dekkjum hann kemur út á. Já. Kannski medium. Sennilega medium, já. Það ég að skjóta á. Kemur út í ferskalofti allavega, hann búinn að vera að bera svolítið mikið á braut sem að hefur nú ekkert hjálpað honum hingað til. Nei. Ætli hann sé ekki bara búinn að berjast við flest alla á braut. Hann fyllti bílinn. Fylli bílinn. Það er spurning hvort að leikurinn hafi stungið upp á því. Fyrst hann að refa bílinn svona mikið. Það getur þið. Ég hef nú bara ekki eftir nógu mikið til að finna hvað maður þarf mikið bensín í það. Já, þó það getur nú eiginlega ekki verið. Þetta er kannski aðeins óþarfa mikið bensín. Já. Sjáum til. Kannski gleymt þér. Já, kannski. Farið og tekið Óla á þetta. Já. Skellti einn Óla. Það er svona eini slagurinn 7. sætið eins og Hilmar að elta Binna á mediumdekkjunum, Binni á hörðum. Sýnist nú Hilmar vera að koma inn, hann alveg á gufunni. En fyrst hann að díla við Binna sem ekki að fara að gefa eftir. Já, Hilmar slær bara af einfallega. Skal ekki sé tilgangun í að fara að reyna eitthvað með það þegar hann að fara inn. Nei, nákvæmlega. Já, þau koma samhliða inn. Já. Og Strollan líka, Maggi Ingóls heldur áfram og Dotti. Við erum að taka eitt ríki viðbót. Já, þeir eru greinilega að fara Gunnar heldur áfram líka á hörðudekjunum. Kemur nú orð, hann sé ekki múin að fara inn. Solid heldur áfram líka. Menn dullir í sparrastarinn með því kvöldi sannlega. Já, sérstaklega Gunnar á Nismónum. Já, hann á nú bara. Ég ætlum ekki að segja þetta séu 2 hringir en hann alveg áberandi meira en hinir. Já. Ef að kemur 5 sekundum á undan Svenna. Já, en í rauninni í svona nett fyrsta sæti. Já. Top 4 eftir að pita þessum hring. Það nú slagurinn. Það Binni og Haukur, nei Hilmar. Já. En Binni á þessu sinni á mýkri dekkjum. Dotti inn í pit. Já. Kemur þá ekki Maggi og Gunni og Ólafur á eftir honum. Já, stefnir í framröðustur Sæmi á Svenna, Svenni með sekundi penalty. En já, það er spurning
sem við vorum inn að Sæma að taka fram úr Svenna, hvort að Doddi komi út á undan Evu. Já. Gæti alveg orðið smá slagur þótt að Doddi sé á hörðudekkjunum. Sjáum hvað hann kemur út. Fylgjumst kannski bara með Evu hérna. Já, kemur vel á undan út pitt. Kemur. Nei, og Eva djúpt. Úff, þetta kostaði hana maður. En þetta kostaði hann alveg fullt af sekundum. Jöp. Já, alveg heilan helling. Hún var alveg að fara að detta niður í bara undir 2 sekundar í Dodda og fara upp í 3,5. Það er spurning. Nær Doddi að halda eitthvað aftur að henni á mediumdekkjunum. Það er ekki einn stór munur á medium og hard, nei, soft og hard. Nei. Eva ætti nú alveg að slíta þetta á honum. Já, meðan, já, Svenni hérna út af, Maggi tekur fram á honum og Haukur sömuleiðis. Það var að slagur á milli Hauks og Magga fjórða sætið. Já, skellti replay á sig, þess að við náðum sig ekki. Já, stingur sér hérna inn á. Það hefði svo strax replay á Hauk aftur, hann tók bara dífun á Magga. Já, það sást í útsendingunni. Það sást það, ok. Já, ég er hérna alltaf útsendingin aðeins aftur á hjá mér. Það er Haukur komin upp í 4. sæti. Heldur betur, gott recovery. Heldur betur. Það var bara spurning, nær hann á palli í sinni fyrstu keppni? Það er alls spennan. Annars vegar á milli Dodda og Evu og svo Haukur á Sæma. Já, mögulega Dodda. Já, hvað 12 sekundur á 8 hringjum. Það er nú kannski svolítið erfitt. Núna er Svenni á hörðudekkjunum og Binni hérna á rétt rúmlega sekundu eftir honum. Já, það er spurning hvort þetta sé næsti slagur sem við erum að fara að horfa á. Sjá, Svenni er nú að nálgast Magga sömuleiðis. Þeir eru báður á sömu dekkjum. Já. Binni að detta undir sekunduna. Hann á að detta undir. Fær Togi hérna niður til. Ég hef annað auga með Dodda og Evu. Ég held að það stefni í eitthvað slag á beinakablanum hjá þeim. Svenni er nú að ná að halda bílinu í Binna, allavega í gegnum beygjunar. Já, kannski að nýta sér aðeins drátti frá Magga. Já, það Þeir hjálpar. geta náttúrulega unnið saman. Þeir eru einhvern annan aðeins áfram í þessu. Heldur betur. En þá held ég að ættum að skipta á toppinn. Toppi. Hérna getur Eva náð góðu exiti út úr parabólika. Sýnistu vera bara með mjög þægilegt bíl í Dodda. Maður vill ekki vera of nálægt nefnilega. Smá slæt. En það er svo mjög vel komin innan við 2/10 frá Dodda sem tekur inn í línuna. Svo er spurningin, er Supran með of mikinn eldarhraða fyrir Nissanin? Nei, það virðist. Sjáum hvað Doddi gerir. Bremsa nokkuð svipað en Eva nær hérna að lauma sér fram úr. Einfallega með betra grip. Lítið sem Doddi gat gert í þessu. Það er bara spurningin, getur Doddi haldið í hana? Það er spurning. Slippurinn er svo mikilvægur á Monza. Já. En leið þú ert komin úr slippunum á kannski harðari dekkjum þá Það er að fljóta að falla. það er að fljóta að falla. En hann nær hérna Della Rosia mjög vel. Heldur sér vel fyrir innan slippinn á Evu. Það er það aðalega hérna í lesmabeiganu sem maður finnur fyrir að gripið minna
En svo var það alltaf bittkabli sem getur hjálpað þér eitthvað aðeins. Dimmi að dást að framúraksturinn hjá hann í Evu. Snirtilegu framúrakstur. Það verður að segjast. Binni búinn að ná Svenna hérna, 7. seti. Sjá hvað hann getur gert. Stefna hérna inn í Ascari, félagarnir. Maggi aðeins búinn að ná að slíta sig frá þeim. Spurning hvort þær hafi verið eitthvað að berjast. Binni á ekki besta exiti hann út. Það er að sjá það hérna núna. Gretar komst ekki inn í lobbyið aftur. Það komst, réttar að sagt. Já, ok. Hvað að kíkja á það. Spurning hvort að ég verði með lobbyið næst. Já, við þurfum eitthvað að skoða þetta. Tölvurnar okkar greinilega tala ekki mjög vel saman. Nei, þetta er... Hún hefur lendið í þessu stundum. Það er eins og... Ég held að það sé eitthvað með... Hvað heitir það? DNS-server eitthvað blaða. Ekki að ég sé mikill tölvut úti, sko. Nei, sömuleiðis. En það erum að gera að prófa mismunandi lausnir. Við bara náðum því miður ekki þessu áður en að keppni byrjaði. Nei. Þannig þú verður að afsaka þetta, Greta minn. Svo er ég með hérna óstaðfestar heimildir Parabolica. Ok. Að það sé búið að endur nefna hana, Curva Alboreto. Já, ok. Já, nei, við höldum okkur bara við gamla manni. Kemur hindi gegnum Curva. Þetta er óstaðfestar heimildir en þetta er eitthvað sem var með á sætt. Já, Binni aðeins búinn að falla frá Svenna aftur. En Svenni er búinn að ná Magga hins vegar. Já. Maður hefur nú haldið að Binni kannski myndi halda í við á mittvíðdækjunum. Já. En þetta er svo misjant, svo er líka bara erfitt að elta inn í þessar hröðu beygjur, sérstaklega Ascari. Skítull loft. Þau vilt að missa bílinn aðeins vítt og þá tapar maður bara hellingstíma. Sjá hvað Svenni gerir. Getur hann náð góðu exiti hérna. Súparinn er þó hraðar á beiniköflunum, þannig að þetta verður nú erfitt fyrir hann. Já. Það er það. En þá Binni bara nýtir sér það. Hörðu, það kemur ekki fastist lapp upp á skjáin hjá mér. Ég sé það hérna. Getur verið að Svenni sem er fastist lapp. 1.50.0. Já, passar. Kemur ekki upp hérna fyrir neðan hérna gridið. Já, ég sé það hérna. Já, skrítið. Já. Dotti ennu að halda í við hana Evu. Nei, og Maggi með ræsingu. 1,5 sekúnda. Úff. Hvað er langt í þá hann fyrir áttan? Það er 5 sekúndur aftur í Gunnar, hann alltaf missi bara Svenna og Binna fram á sér. Já. Ekki nema eitthvað annað gerist. Dotti hérna kominn aftur innan við sekúndu fyrir aftan Evu. Já, rétt rúmlega. Koma svolítið þokað við breytina. Já. Ég segi ef eitthvað stórvægilegt gerist á tópnum hérna. Já, svona rétt aðeins að renna hérna yfir. Danni minnist hérna að það séu kannski nokkur ár síðan að Parabolica var endurnefnd. Ég er allavega að heyra því fyrst núna. En ég held að flestir tala nú Parabolica þá. Já. Fyrst maður hefur ekki heyrt þetta mikið. Og hefur maður nú hort á formúlukeppnir og annað á Monza síðan þá. Það var einhverja heimildir síðan 2021 allavega. Það tekur Maggi út ræsinguna, missir Binna og Svenna fram á sér. Já, þeir gjörsamlega að fljúga fram á honum. 1,5 sekúnda sem breytist kannski í 3. Dýrt að fara F-síku hérna á Monza. Mjög auðvelt í fyrstu beygju til dæmis. 1,6 eftir Binna. Já, þetta voru tæpa 3. Ég veit ekki, þið kannski svarið því chat
hvaða nafn notið þið við parabóliku? Eru þið búin að innleiða nýja nafnið? Síðasta beygja. Það ekki parabólikan síðasta beygjan annars? Jú, Já, passar. ég kalla þetta bara síðasta beygjan. Þú ert svo klikkaður. Frumlegur. Hvað sagðir þetta væri? Kurva Alboreto. Alboreto. Svo að lesa hérna heimildina fyrir þessu. Það sem sagt After the late Michele Alboreto, whose decorated motorsport career saw him to take 3 wins for Ferrari from 1984 til 5. Þessar heimildir eru síðan 31. ágúst 2001. Já. Gat nú verið að Ídalinni skýrið einhverja beygju eftir ítalskum Ferrari ökumanni. Kemur það á óvart? Það kemur reyndar ekkert á óvart. En veistu, ég ætla að prófa nýtt. Fyrst við erum að ræða þetta. Ég ætla að prófa að hendi poll í chatið. Já, skellti í ból. Er það hvort að beygja nei að heita parabólika eða kurva? Kurva poll nei, wow. Jesus, kurva parabólika eða kurva Alboreto. Já. Þetta er einmitt Alboreto. Alboreto. Með 2 tíum eða? Nei, breytt. Nú, ok. Alboreto. Kurva Alboreto. Jón Þór hérna, kurva bólika. Kurva bólika. Það er þetta hljóma vel, sko. Herðu, Haukur hérna komin undir sekundu fyrir aftan Sæma. Síðasta pódiumsætið. Báðir á mediumdekkjum. Þetta, þeir eru svipaðir á bensínum þess. Já. Aðeins meira en Haukur. Já, Haukur, hann er bara að refa Subruna svona mikið. Já. Og hefur þess að þurft að fylla bara næstu alveg í botn. Duga bara 10 hringi. Hugsa munum nú eiga kannski eitthvað eftir þegar hann kemur í línuna, en sjáum. Það er spurning. Þú sé líka bara hvernig hann er að skipta hann Sæmi. Hann er nú að refa, Sæmi er nú að refa Nissanin líka. Sjáum Haukur vítt út á græna stöffið. Næra haldsu. Jæja. Og inn í slipnum áfram. Sem hafa nú það mikilvægasta. Sjáum hvað hann gerir. Næst síðasti hringur hafinn. Pollið komið. 90% segir parabólika. Nú er hann komin nálægt hann Haukur. Og er á fjólblóðum. Já. Á mediumdekkjum. Nær frábæru exiti út úr Della Roger. Kom hann innanverðu inn í Lasmo 1. Og bara nokkuð clean overtake, smá touch hana í exitinu. Dekkin honum sleip. En mjög flottur framúrakstur, vel gert. Já. Og klikka recovery. Þetta er ekkert smá vel gert. Já, mjög gott recovery. Stefnir í fyrsta pódiumi hjá Hauk. Já, það tvisvar sinnum niður í 7. sæti. Já. Hvorki meira en minna. Það hefði nú verið gaman að fylgjast með hvað hefði gerst. Já, milli hans og Evu. Já. Þannig að hann er klálega hraðasti maður á braut. Akkurat núna. Sýnist það. Spurning hvort hann hafi mist hann að fastast lapp á því að taka fram úr húnum hann. Ég hugsa það. Já, ég hugsa það líka. Svenni hefur sett hraðastaringin inn á softekjunum. Já.
aðeins fyrir keppninni. Maggi aðeins að stríða Binna hérna. Baráttur 7. sæti. Binni greinilega að finna fyrir dekkaslitinu líka. Já. Það er spurning, er Maggi nógu nálægt? Hann er á súbrunni. Góðan endaraða. En það er nú Mastan líka svo sem. Já. En þetta er engu síðust slagur. Síðasti sjans fyrir Magga að komast upp í 7. sæti, þar að segja. Menn byrjaði á síðasta ring. Svo var nú tjattið endanleika í Driver of the Day. Ég er að pæli að henda jáfnvel bara í pól. Já. Hann Haukur fær allavega mittult eftir þetta comeback. Já. Ég held að sé bara sama sinnis. Ég ætla að henda hérna top 5 bara í póli. Nei, ég get bara sett 4. Og ég sjáum hvað gerist. Fyrst getur sem ég prófa það. Svona, skemmtilega fítus. Ég var bara að fatta þetta núna. Var eitthvað að fikta. Haukur kom með 90% akvað 80. Kom með 20 like á streymi. Ánægður með það. Já. Sömuleiðis ánægður með það. Já, það var Eva að koma hérna yfir línuna í fyrsta dotti nú ekki langt á eftir henni. Bara hálfum sekúndu á eftir henni. Sæmi hérna vel vítt í 4. sæti. En Haukur í sinni fyrstu keppni í 3. sæti. Mjög vel gert. Með 2 úrvalsdeildarmenn fyrir fram að sig. Sæmi 4., Sveinn 5., Binni 7., Maggi 7. Já, halda áfram. Nafni í 8. Það er top 8 komnir, Óli síðan 9. á Bimmanum. Mjög djart val. En ég fílum alltaf að sjá nýja bílabraut. Já. Gefur henni marg 9. Held að hann sé líka orðin aðeins betri í þessi BMW, en ég ætla nú ekki að segja hann sé orðin góður. Nei, Hilmar, já, hann bensilus. Já, Hilmar Ólafur bensilus. var að taka fram úr honum í síðustu beygju. Og Birkir líka. Hilmar þá Já, Birkir ætla að segja. Það var að taka fram úr honum. Og það var bara einn maður eftir á braut. Það er Örn Ellings, hann hefur nú átt eitthvað smá strökkur. Vildi hafi síðan spinnað nokkur sinnum. Já, við sjáum að hann að 14. og 15. ringur eru yfir 2. Já. En enga á síður. Það borgar sig að taka þátt. Alltaf gaman að taka Já, þátt. það er bara gaman. Við lifum fyrir þetta, það er ekki svoleiðis. Jú, við gerum það. Og það er staðfest, Haukur Driver of the Day, 76% atkvæða eins og stendur. Ég held að því verður nú ekki breytt 17 atkvæði. Þetta virkar nú bara vel, þetta pól hérna. Þetta er ekki. Já. Gaman hvað, við erum alltaf að bæta þetta hjá okkur. Það er gaman og líka gaman að replayin virka í þetta skipti. Það er skemmtilega þegar þau virka. Þetta er betur. Og hérna sjáum við að staðfest, Svenni með hraðasta ringinn, 50-0. Það er stig. Þannig Eva í fyrsta sæti, Dotti í öðru og Haukur, sinni fyrstu keppni í 3. Og Eva og Haukur hérna bara nánast á sama tíma, fastest lapp, eða best lapp. Það segir okkur bara að þetta hefði orðið eitthvað veislan. Það er ákvært 10 á milli þeirra. 569 og 669. Og svo erum við Sæma í 4., Svenna í 5. með fastest lapp, Binni í 7., Maggi í 7., Gunnar í 8., Ólafur í 9., Birkir í 10., Hilmar í 11. og Örn Ellings í 12. Þar höfum við það. Þar höfum við það. Við kannski geymum eitt replay hérna á því þegar Haukur fyrir vítt. Sko mögulega eftir aðra deildina. En hún byrjar núna bara rétt yfir 10, svo ekki fara langt. Náðu okkur í popcorn, náðu okkur í eitthvað að drekka.
Hvað það, og við sjáumst innan skams. þetta betur, takk fyrir okkur.